Kæra Vog, þetta eru spilin þín. Staðan þín núna, gagnvart sjálfri þér og öðru fólki í þínu lífi. Það eru breytingar í kringu þig, annarkvort í augnablikinu eða búnar að vera og þú ert að huga á frekari breytingar. Þessar breytingar geta falið í sér flutninga eða einhvers konar skipti á dvalarstað. Ferðalög koma líka hérna upp. Þannig að öllum líkindum ertu að ferðast eða á faraldsfæti og að vissu leyti á það vel við þig, kæra Vog, en að öðru leyti, allavega eins og staðan er hjá þér núna, þá finnst þér erfitt að standa undir öllum þessum breytingum og allri þessari hreyfingu því að þetta rænir þig orku. Rænir þig orku og tíma og það er eins og sé komið svolítið að einhverjum tímapunkti í þínu lífi þar sem þér finnst kominn tími til að hægja á þér, allavega í bili. Og það er eins og sé kominn tími á, ég heyri þig segja, þetta er orðið gott í bili. Þetta er orðið gott. Sjálfstraustið þitt er í uppbyggingu og það er margt sem fer í gegnum huga þinn þessa dagana. Þú ert búin að vera að byggja sjálfa þig upp, sem er frábært, kæra Vog. Og þú ert að velta fyrir þér hvernig þú getur nýtt þessa nýju orku, þessa nýju krafta sem þú hefur öðlast. Hvernig þú getur nýtt það þér til góðs og til að bara byggja líf þitt upp á frekari hátt. Það er kona í lífið þínu sem að þú hugsar mikið til og nú þegar ég hef sagt það þá fyrir margar ykkar Vogir þarf þetta ekki endilega að vera kona heldur einhver sem býr yfir mikilli kvennorku. Og þessi kona gegnir einhvers konar lykilhlutverki varðandi hver staða þín kemur til með að vera bara í lífiðinu. Þetta hangir allt saman með þessari nýju orku sem ég var að tala um, sem þú ert búin að vera að byggja undir. Það er eins og sjálfstraustið þitt byggist líka upp. Þetta er svona allsherjar uppbygging, skulum við segja. Ég er að reyna að laga hérna svo að þið sjáið öll spilin, heitin og spilunum og þannig vonandi kemst þetta til skila. Skiptir svo sem ekki öllu máli, það skiptir kannski meira máli hvaða orku þið fáið eða myndir með því að íhuga spilin eða hlusta á það sem ég er að tengja mig inn á hérna. Hvað það, þessi persóna sem býr yfir þessari kvennorku, þetta er þroskuð manneskja
Hún gæti verið þroskuð í árum en líka andlega þroskuð, reynslumikil og veit nákvæmlega hvað hún vill og það er gott að leita ráða hjá henni. Hún ýtir undir sjálfsmyndina þína, peppar þig upp og einhverju hluta vegna skiptir álit hennar þig miklu máli. Það er eins og einhvers konar mat eða dómur frá þessari manneskju gegn einhverju lykilhlutverki varðandi þig og þína stöðu. Ef til vill ertu að reyna að vinna aðdáun þessarar konu og það getur þá verið til dæmis í einhvers konar rómantískum tilgangi. Þetta gæti verið móðurímynd sem að þú ert að reyna að ná athygli frá. Eða atvinnurekandi sem þú ert að biðla til betri kjör að einhverju leyti. Því að ég sé ferli hérna í gangi hjá þér, kæra Vog, þar sem að þessar breytingar sem ég talaði hérna fyrst hafa í för með sér það að þú stækkar bæði það sem ég sagði áðan varðandi sjálfstraust og einhvern veginn þú ert að byggja undir sjálfa þig. Það er eins og þú stækkir líka, það er að segja á veraldlegan hátt varðandi fjármál eða þína efnislegu stöðu og það er eitthvað mikilvægt að breytast þar. Einhverjir ykkar kæru Vogir eru ef til vill að fara inn í sambúð eða giftingu sem að svona kemur betur undir ykkur fótunum heldur en áður, þar sem að ykkur tekst að byggja ásamt þessari þroskuðu manneskju hér eða þessum auðuga manni þar sem ykkur tekst að byggja upp gott líf, það er að segja líf eins og þið sjáu fyrir ykkur að þið viljið lifa. Það er ákaflega falleg orka sem kemur með þessu og fyrir margar ykkar kæru Vogir er eins og þið séu loksins að finna við skulum segja þann sem er samboðin ykkur og ég meina það á hinn allra jákvæðasta máta og það er einhver púsluspil hérna sem eru að loksins að falla á rétta staði því að þið eru búin að finna við skulum segja þann maka sem að fellur ykkur í geð og fellur eins og flís við rass. Fyrir ykkur hinnar kæru Vogir sem eru ekki að huga að einhverju rómantísku eins og giftingu, þá gæti þetta verið ákaflega árangursríkt business samband sem kemur hérna upp. Það er að segja tvær manneskjur sem vinna vel saman eru með sitthvorn að koma að borðinu með sinn hvorn hæfileikann
eða með það sem að til þarf, það að segja annar aðilinn kemur með fjármagnið en hinn aðilinn kemur með hugvitið, lagnina og reynsluna. Og þetta góð blanda. Það þarf að taka stórar ákvarðanir, hvort heldur sem er í viðskiptunum eða varðandi skuldbindingu í sambandi, því að dómshúsið kemur hér upp við hliðina á þessu fólki, sem þýðir að það er einhvers konar lögleg skjöl eða pappírar sem þarf að greiða úr, undirrita. Það getur verið einhvers konar lagaflækjur eða formlegheit sem þarf að ganga frá og afgreiða bara áður en að þetta getur orðið að veruleika. Og breytingarnar sem að komu hérna upp áðan felast líka í því að ef að þú kæra ef að þér hefur liðið eins og þið hafi skort eitthvað, þú hafi misst eitthvað, eða að þér finnist eins og þú hafi verið hlunnfarinn eða svikinn á einhvern hátt. Ég skynja líka eftirsjá hér í þessum þungu þöngum. Eftirsjá jafnvel varðandi flutninga, varðandi mikla breytingar sem hafa orðið í þínu lífi. En þá vil ég bara segja að það sem gerðist, það sem þú gekkst í gegnum, hefur allavega skilað þér miklum þroska. Og öll mistök í gæsalöppum sem við gerum er að sjálfsögðu bara tækifæri til reynslu og þroska og skilar okkur alltaf einhverju í sarpinn þegar upp er staðið, þó að það getur verið erfitt meðan á því stendur. Þetta er svona bara hálfgerð klísja sem ég er að segja núna og mig grunar að flestar ykkar kæruvogir vitið hvað ég er að tala Þetta fallega par sem kemur hér upp hlið við hlið er fólk, manneskjur sem bætir hvert annað upp. Það er að segja allir eru búnir kostum og gallum. Í þessu tilviki passar þetta par það vel saman að þau bæta hvert annað upp og verða eins og ein heild. Ég finn bara fyrir svona þéttri orku sem er byggð upp á skuldbindingum, samstarfi og því að standa við gefin loforð. Það er einhvern veginn rík orka sem kemur hér til mín. Einlæg vinátta spila líka hérna inn í. Og fulltrúi laganna.
eins og ég var að tala áðan hérna með pappíra og skjöl. Þið viti kannski betur en ég hvað nákvæmlega að ræða þar. Það gæti hvort heldur sem tengst breytingunum sem sýndar voru hérna í upphafi, flutningum, eða því að þessi tilfinning að þú hafi verið svikin að einhverju leyti, að það sé verið að bæta þér upp eitthvað og þú komir sterkari út fyrir vikið. Ég ekki alveg að ná merkingunni með það. En koma hérna upp sterkir karlmenn. Þetta karlorka allavega. Gætu verið félagar þínir, vinir, fjölskyldumeðlimir, bræður, einhverjir sem eru boðnir og búnir til að hjálpa þér, kæra vog, og líka hjálpa þér í sambandi við þessa pappírsvinnu eða lagaflækju eða hvað það nú sem kom hérna upp. Og það að einhver hefur samband við þig bara jákvætt og af hinu góða, og það gæti tekið aðeins á í byrjun að ganga inn í það sem hérna framundan. Spilið hérna smávægileg veikindi táknar ekki endilega líkamlega eða andleg veikindi, heldur þetta meira til merkis að hlutirnir ganga kannski ekki alveg snurðulaust fyrir sig, heldur þarftu að leysa úr einhvers konar málum eða verður töf á hlutunum áður en þeir komast í gagni. Gæti líka verið í formi erfiðra samskipta, en það ekkert sem leysist ekki úr. Hér kemur líka upp ferð sem tengist því sem var að tala áðan með ferðalag eða hreyfingu. Og enn og aftur opinber bygging, stór bygging. Það að segja pappírarnir. Hvaða pappíra ertu að fara að skrifa undir? Það eins og sért að sækja eitthvað. Okay. Ástin kemur hérna upp og alls staðar þar sem ástin kemur upp, þar flæða tilfinningar, og þær gera það hér svo sannarlega og geta tengst parinu sem ég talaði áðan. Þetta einhvers konar árangur. Það að segja að þú ert að ná árangri, nærmaður árangri í ástamálum. Það ekki pínlítið svolítið eins og að tala íþróttaleik eða... Jæja, skiptir ekki máli. Allavega eitthvað hér sem að ganga upp í ástamálunum. Við getum kannski orðað að þannig frekar. Og eitthvað sem að þú ert að vonast eftir að
takist. Þú ert að vingast hérna við manneskju. Hún hefur áhyggjur af þér, þessi manneskja, eða þú af henni. Það gæti verið gagnkvæmt. Og ég ætla að taka hérna síðasta spili sem eru peningar. Já, þessar umsóknir eða lagaflækjur eða það sem kom hérna upp á þeim tengist líka peningum, það er að segja að það er óefað eitthvað sem að þú þarft að borga fyrir, kannski dýrara heldur en þú áætlaðir í fyrstu. Og ég fæ mjög sterkt hérna, kæru vogir, að einhverjir ykkar eru að standa í flutningum og flutningar kosta alltaf peninga. Ok. Ætla ég að láta þetta duga varðandi stöðuna þína núna. Ég ætla að hreinsa borðið og halda áfram með önnur spil.